Gamli Akranesvitinn, hér á Suðurfljótsinni út af Breiðunni og Akranesi, var byggður árið 1918. Nú er búið að lagfæra vitann og hann verið tekinn rækilega í gegn og er bæjarprýði. Halldór, nú hófst þessi viðgerð á Gamla vitanum í haust. Það var lagt upp með ákveðið verk sem var búið að kanna þarna og menn héldu að þyrfti að gera við vitann, en það er komið meiri ljós, er það ekki? Já, sko eins og það byrjuðum við í haust og ákvaðum að steypa stéttina hann í kringum hann og láta þar við sitja. Það sem að eftir á kemur henta nú ekki svona sem vinna yfir veturinn. En svona við nánari skoðun þá var ákveðið að sandblása og fara svona í betri vinnu, getur maður sagt, með að verja hann. Það er að segja, það var ákveðið að filtera hann og setja efni sem heitir tórósíl með lit í staðinn fyrir að mála. Þannig að þið eruð að gera þetta almennilega fyrst farið að gera þetta á annan borð? Já, ég vona það. Þetta er allavega það sem að Siglingamálastofnun er að gera, meðal annars með þennan vita hérna. Að þeir eru að halda þessum mannvirkjum við með þessum hætti. En hvernig var ástandið á vitanum? Var það mjög slæmt? Er steypan orðin léleg? Hvernig er þetta? Nei, hún er nú alveg merkilega góð, en auðvitað öll krossprungin. En með því að gera þetta svona eins og við erum að gera, þá lokuðu því og vonandi á hann eftir að standa í önnur 100 ár. Og er eitthvað járnabinding í þessu vita? Það er nú eitthvað að skornum skammti, því að við efst á honum er svona krægi sem að við verðum í rauninni bara að brjóta alveg af og endursteypa. Og við sáum nú kannski 3-4 járn þar. Ég held að það sé bara engin járn í honum, nema kannski þarna í toppinn. Er það ekki, fyrir þess ekki merkilegt hvað hann hefur staðið að sér allt í tæpi 100 ár? Já, hann er nú býsna þykkur, þannig að það er nú massinn sem að heldur honum. En það var svolítið gaman að skoða að menn steyptu eitthvað svona á dag, því að steypuskilin voru alveg greinileg. Þetta hefur náttúrulega bara verið handlangað efnið í fötum upp á fjörunni eða hvað? Já, okkur sýnist það að það er nú svona skeljasandur hérna í fjörunni og sandurinn er svolítið ljós í honum og trúlega hafa þeir bara tekið þetta hérna á fjörunni. Þessi fyllingarefni. En þú vonast til að standi aftur í önnur 100 ár eftir þetta. Hvað á eftir að gera núna akkurat í dag? Sko, múrarnir eru núna að klára að setja þetta efnið utan á hann. Síðan og eftir að setja svona sílikongel yfir þessa tórósílhúðun sem að lokar þá alveg þessum múr. Síðan á eftir að mála þarna aðeins og setja nýtt gler og... Þarf að gera mikið inn í, er það fyrst og fremst nýr stigi eða hvað er það? Nei, stiginn er allt í lagi. Hann var allur sandblásinn að innan í leiðinni og stigi er hreinsaður. Það þarf að mála hann. En það eru vissulega náttúrulega sprungur í gegnum vegginn og við teljum rétt að loka þeim. Þannig að það náttúrulega þarf ekki að fara í alveg eins mikla framkvæmdir að innan eins og utan, en við teljum það er betra að loka þessum sprungum því að hann er óupphitaður og það gætir alveg frost áhrifa inn í honum eins og að utan. En hann verður sér nýr á eftir? Já, við vonum það. Vitinn á Suðurfljóts á sér nokkuð merkilega sögu. Hann var byggður í fyrra stríði og tekinn í notkun 1918. Það var ekki mikið stál á stríðsárunum og því á vitinn steinsteyptur, en flesti vitar á Íslandi voru þó úr stáli. Stálið sem notað var í ljósakt vitans var fengið úr flaki Goðafoss sem strandað hafði við Straumnes. Svo vinsæll hefur vitinn verið
Á vefsíðunni Travel Freak var hann fyrir stuttu kosinn 5. eftirsóknarverðasti og áhugaverðasti viti í heimi. Vitin hefur í gegnum tíðina verið vinsælt viðfangsefni hjá ljósmyndurum, teiknurum og ýmsum öðrum myndlistarmönnum. Hér í Melasveitinni stendur yfir kornskurður nú þegar langt er liðið á októbermánuð. Við erum að fylgjast með í Belgsholti í Melasveit og hérna er bóndinn Haraldur Magnússon. Það hefur ekki verið sólríkt sumar, Haraldur, en hvernig er uppskeran? Hún er döpur þetta árið. Það er svona 1/4 af uppskeru síðasta árs og það sem næsta, það er vandfroskað. Þannig að þetta er ömurlegt. En síðustu sumur hafa nú verið góð hjá þér, eða ekki? Jú, þau hafa verið góð, alveg síðan 2006. Það var svona lakara 2006
2009 var líka dálítið slakt. En já, síðustu 2-3 ár hafa verið mjög góð. Þetta er mikið landflæmi hér sem þú ert með undir. Hve margir hektarar? Ég hef verið að fikta þetta svona 60 hektara í korni og svo hef ég aðeins verið að prófa þessa repju. Það hefur nú gengið svona upp og ofan með hana og mér sýnist að það verði ekki mikið upp úr henni að hafa núna. Það er bara, tíðarfarið er ekki fyrir jarðyrkjuna í þessum dúr sko. En hvernig er það? Nýtirðu allt sem þú ræktar sjálfur til kúabúsins síns eða áttu eitthvað aflögu? Ég á nú svolítið eftir frá því fyrra sem betur fer og svo hef ég notað þetta í sáðkorn aftur, þannig að allt sem ég er með núna það er heimaræktað sáðkorn. Þannig að ég hef ekki keypt núna þetta árið og mjög lítið undanfarin ár af sáðkorni. Ég hef notað þetta sjálfur og svo bara í fóður fyrir skepnurnar. Þú er ekkert selt annað til annar að nota? Það er nú eiginlega varla. Já, ég einn og einn hefur fengið hjá mér sáðkornssekk. En bjórinn? Já, það hefur þeirra fengið aðeins hjá Ölgerðinni svona til þess að prófa í það. Það er ekki vaxandi markaður þar? Ég hugsa að það getur alveg orðið það. Mér sýnist að þeir sé að ná tökum á því að nota íslensk bygg í þetta og þannig að ég hugsa að það verði í framtíðinni vaxandi sali í því. En það þarf betra ár en þetta til þess til allavega hjá mér. En það er svona víða land sem að hefur verið lagar uppskera núna. Skást þó undir Eyjafjöllum og austur í Hornafirði og þar. En þú ert með bygg, segir og þú varst að prófa repjuna. Er eitthvað fleiri tegundir undir? Ég hef verið með hveiti líka, vorhveiti og ég hef sáð því núna undanfarin ár líka úr heimaræktuðu því uppskeran hefur verið það góð og þroskið það góður í hveitinu líka. En það næst ekkert að því núna. En með því að vera með sáðkornið heimaræktað, ertu þá ekki að ná bara góðum tökum á þessu? Verður þetta ekki betra og öruggara gott til ræktunar áfram, rækta við réttar aðstæður? Ég veit ekki, þetta er sama korn og er raunlega búið að þróa hér í tilraunaræktum og er svo framræktað út í Svíþjóð fyrir íslenska markaðinn. En ég hef tekið þetta bara með því að flokka það. Ég flokka kornið, tek bara stærsta kornið og nota það í sáðkorn. En hvað ertu búin að slá þér mikið í morgun? Ég var nú bara rétt að byrja þegar það komið, þannig að ég er bara búin að vera einn hring. Mikið eftir ennþá? Já, það er að fara nokkar hringi til að fylla vagnin og svo fer hann í þurrkaran í dag. En áttu óuppskorið korn ennþá eitthvað? Já, ég á 10, 12, 15 hektara, 10-12 hektara allavega. Þetta ekkert að falla á tíma með þetta? Jú, maður er alltaf að falla á tíma þegar þessi tími komin. Það verður bara treyst á Guð og lukk bara. Smá nætufrost, það gerir ekkert eða eitthvað? Nei, ekki ef það gerði eitthvað svona gólu á eftir til þess að þurrka stráið. Þannig að það er náttúrulega verður oft mikið raki yfir nóttina en þegar er komið þessi tími þá er þetta nú orðið hálfdautt og þá svona smá blástur, hann hreinsar þetta til þannig að það er alveg hægt að slá þetta. En við fylgjum Haraldi bónda þá eftir, fylgjumst með honum slá restina hér og koma korninu í hús.
Já, það ljóst að uppruni Íslendinga er mjög merkilegur. Þetta blandþjóð og menn hafa deilt það árhundruðum saman hversu miklir Íslendingar væru Norðmenn og hversu miklir Keltar. Og þetta gjörbreyttist þegar að íslenska erfðagreining lét greina erfðaefni í núlifandi konum. Þá kom í ljós að 63% landnámskvenna voru Keltar. Og það gríðarlega hátt hlutfall og sem hlýtur að hafa skilið eftir miklu meira í menningunni heldur en að menn hafa vilja vera að láta til þessa. Og ef menn skoða íslensku og ef menn skoða íslensku örnefnin, þá hægt að finna þetta mjög auðveldlega. Því að mjög mikið af þeim orðin sem við notum, grundvallar orð eins og elli, æska, brjálaður, menning. Öll þessi orð eru ekki til í sænsku, dönsku og norsku en eru finnanleg í gelísku, írsku, skosku og eru væntanlega komið þaðan. Sama gildir grundvallar örnefni, fjöldi örnefna á fjöllum, flóum, ám, fjörðum á Íslandi eru mjög torskýranleg út frá norrænu. Við getum nefnt örnefni eins og Katla. Katla er annað hættulegasta eldfjall Íslands á eftir Heklu og eyddi byggðinni sem sagt frá Álftaveri að Hjörleifshöfða. En skýringin á Kötlu í dag er svo að það hefur verið vinnukona á Þykkvabæjarklaustri sem hét Katla sem hafi drepið þar vinnumann sem hét Barði og drekkt honum í sýrukeri og síðan hafi menn étið slátrið veturinn og þá sagði Katla ávallt ekki bólar og barða. En svo vorið þá var komið að því að hausinn á Barða kom í ljós og upp komst morðið og Katla stakk sér ofan í gíginn fyrir ofan bæinn, þar að segja í Kötlu og þess vegna heiti Katla Katla. Og þetta finnst okkur bara ágæti skýring á örnefni en í raun og veru skýrir þessi ágæta saga, þjóðsaga, hún skýrir ekki örnefnið því að Katla er gelíska og þýðir sú er eyðir. Enda hefur Katla eitt byggðina sem sagt á öllum Mýrdalsandi, þar er bæjarröð eftir öllum sandinu sem að menn hafa skoðað og kirkja fyrir fram á hvern einasta bæ. Þannig má lengi telja, talið Faxaflóa, til dæmis Faxa. Menn skýra það með því að það hefði annarkvort verið írskur þræll sem hafi heitið Faxi eða það hefði verið skrímsli sem hét Faxi. En Faxa þýðir breiður á írsku, gelísku og Faxaflóa er mun breiðari fjörður heldur en Breiðafjörður. Þetta á við grundvallar örnefni stórbíla. Það er stórbíli eins og Saurbær. Skýringin í dag er svo að þetta heiti eftir skít eða mýri og jafnvel eftir svínum. En skítur og mýri er á hverju einasta koti Íslands og það er mjög sérkennilegt að skýra stórbílinn eftir því og svín voru væntanlega mjög víða eins og bara sauðfé og nautgripir. Þannig að það markar stórbílunum ekki neina sérstöðu. En saur á írsku, gelísku, þýðir mikill, þetta er mikli bær. Og það má halda áfram kringum allt Ísland með þessu. Þetta á við matartegundurnar. Það er til dæmis matur eins og kæfa, ekki til í sænsku, dönsku og norsku. Kæfa þýðir lélegt kjött á írsku. Það er matur eins og blóðmör, þetta mör. Mör þýðir búðingur á gelísku og þá er þetta blóðmör með sama nafnið og í ensku og írsku. Nú hefur aldrei verið dregið ef að það veri írskt landnám á Akranesi með þá Bresasyni hér og það kom fram í fyrirlesturinn hjá þér áðan að Ingólfur Arnarson hafi þurft að flæma einn afkomendara þessara landnámsmanna á burtu frá Seltjarnarnesi þegar hann kom til landsins. Bendir ekki til þess að við þurfum að skrifa sögun upp á nýtt og þessi Ingólfur hafi bara komið löngu seinna en Írarnir voru komið hingað?
Já, Ingólfur hefur vantarlega komið 874 eins og sagan segir og allt sem bendir til þess, aldursgreiningar og annað. En það er mjög sérkennilegt að hann hafi þurft að flæma burtu Gufu Ketilsson, landnámsmann á Seltjarnarnesi, sem er sonur Ketils Bresasonar, landnámsmanns á Akranesi, sem er Íri. Hann hafi þurft að flæma hann burtu, hafi Gufa ekki verið fyrir þegar Ingólfur kom. Svo að annar kynslóðar Íri virðist hafa verið á staðnum þegar að hinn svokallaði fyrsti landnámsmaður kemur. En Landnám og Íslendingabók eru mjög merkilega bækur og góðar heimildir, en það stendur í hvorutveggja heimildinni að þær séu skrifaðar í ákveðnu tilgangi. Að í formála Landnámu segir að hér hefur verið að segja hvernig Ísland byggðist úr Noregi. Það hefur verið að segja frá norsku landnámi eða menn sem kom úr Noregi, og sama gildir Íslendingabók, að það er sérstaklega tekið fram að hún sé skrifuð til þess að menn geti svarað útlendingur sem haldi fram að Íslendingar séu komnir af þrælum. Það er að segja Írum væntanlega. En þessi norsku eða norrænu landnámsmenn sem komu hingað, víkingar og illmenni að sumu leyti, talaðu oft skattsvikara og fleira, voru þeir kannski að flæma á burtu landneimanna sem fyrir voru og þeir skrifa svo söguna sem sigurvegar? Getur ekki verið skýringin? Jú, það getur verið skýringin sko, en það virðist vera átök hér og þar. Menn eru keyptir upp af löndum sínum og fluttir til eins og hér á þessu svæði, Akranessvæðinu, og maður veit að það beinlínis ekki sko, hvort að Norðmenn sem að sóttu þræla til Írlands, hvort þeir hafi í byrjun verið með einhvern yfirgang gagnvart þessu fólki sem kemur frá Suðureyjum, Írlandi og Skotlandi. En nú höfum við nöfn hér mjög sérkennileg. Við höfum hér á Akranesi, Kalmarsvík, við höfum Bekanstaði, Kjaranstaði rétt við rýna, þetta er allt íslensk nöfn. Og svo var Skilmannahreppur hér innan við Akranes. Þú kannt ákveðnar skýringar á því nafni? Já, ég spurði Jón Böðvarsson að þessu nafni, og Jón Böðvarsson skrifaði mjög ágæta bók sögu Akranes og er nú þekktur fyrir það að vekja mikinn áhuga á Íslendingasögum með margra ára námskeiðum Njálu og aðrar fornsögur. Að hann skrifaði í sinni Akranes sögu mikið kornyrkju hér í kringum Akrafjall og fann mikið af nýjum heimildum, meðal annars að kornyrkja var stunduð alveg hérna fram á Sturlunguöld, og höfðingjar Sturlungualdar víða að landinu áttu jarðir hér og komu hingað á haustin og sóttu korn. En nafnið taldi hann vera tilkomið þannig að þegar þorpið Akranes skildi sig frá hreppnum, sem er mjög langsótt skýring að mínu mati, en skil þýðir einmitt að þreskja á írsku, gilísku. Þannig að þetta er þreskimannahreppur, sá hreppur þar sem menn þrekstu kornið fyrir höfðingjana sem áttu hér jarðirnar.